Jæja, þá erum við komin aftur. Hörðu, við sjáum hérna þetta ætlar að vera Bill Cosby aftur. Það var nú hann sem sendi mér þessi replay. Þannig að ég ákvað að gera þau á íslensku fyrir hann og ég er nú með fleiri eftir hann. En mér finnst alltaf gaman að horfa á leiki með honum af því að hann virðist bæta sig með hverjum leik sem að líður. Þannig að það er alltaf flott að sjá player að bæta sig. Hann var nú ekki á þessu leveli þegar ég spilaði fyrst með honum. Og hérna sjáum við að hann er að spána sem blái Protossinn, þannig að þetta verður aftur C vs P, CVP eða PVC eða hvernig sem þið kalla allan Protoss vs Zerg. Og Zerginn sem hann er að fara að díla við núna heitir Sorfus og ég hef enga hugmynd, ég hef ekkert background á honum, ekki búinn að gera heimavinnuna mína og kannski er þetta bara eitthvað nobody, ég held nú allan að þetta sé Diamond spilari. En, hverju veit, getur bara verið eitthvað djúskjaftaði. En þetta map heitir, hvernig maður á að byrja þetta fram, Shakuras Plateau, skulum bara segja það. Þetta er fyrsta sinn sem ég kasta leik, held ég alveg örugglega, ég með alveg lúkkaði gegnum öll mín cast og sjá hvort ég sé nokkuð að ljúga ykkur, en ég er nokkuð viss að það sé rétt hjá mér, þannig að ég er ekki alveg nógu sjór á þessu mappi í sambandi við þá hver er favorite, er Protoss favorite, er Zerg favorite. Það er smá distance á milli þeirra, þannig að strax finnst mér þá Protossinn vera aðeins favorite, en það er hægt að nota mutas held ég efficiently hérna sko. Þessi background hérna entrance í mineralænið er alltaf gott að nota og auðveldur aðgangur beint í mineralænið líka á naturalinu, þannig að þetta virðist vera gott mutas map að fara í, kannski ling yfir í muta. Og ásaki hvað ég er eitthvað rammur í röddinni, maður fekk sér aðeins of mörg viskiglös í gær, þá endar þetta svona, það er nú bara þannig. En allavega, þá sjáum við hérna og við getum alveg búist við því að hérna Zerginn er á leiðinni í aðeins, hann er að fara í örugglega 14 pool, en við sjáum Sigga aftur gera þetta, setur pylon hérna til þess að denia early expansionu, early natural, en mér finnst að þetta sé gott play, þetta er gott play, að þetta neyðir Zerginn í að fara í Zerglinga áður en að fara í spawning poolið áður en hann fer í hatcheryið sko, þannig að hann neyðir hann í það build. Stundum séð maður Zerginn vilja fara launu og gera hann hérna simulator beint í baseinu. Þetta finnst mér flott play, af því þetta er þjóna þeim tilgangi að hann bæði denier double gas fyrir Zerginn, þannig ef Zerginn er á leiðinni í til dæmis mutas, þá er þetta mjög slæmt fyrir hann og í lerið og svo framvegis. Og líka þjónar þeim tilgangi að skáta. Skulum sjá hérna, ef við horfum á hvað Siggi sér, þá sér hann hefur allt þetta hérna view, hann sér spinecrawlerinn, hann sér enda ekkert rosalega mikið, hann sér ekki það sem var að poppa inn hérna og við skulum kíkja á hvað það var. Ja, hérna. Það er Evo chamberið, þannig að það er svona spurning hvað við sjáum þar, Evolution chamber, þannig að hvaða upplýsir að fara, pluss er hann að fara mass speedling. Hann er á leiðin að fara mass speedling og Siggi sér það, hann sér hvað eru margir Zerglingar hérna, þannig að honum grunar þetta alveg örugglega. Við sjáum hérna pylon á leiðinni, þetta pylon er líklega ætlað til þess að hugsalega bara warpa inn júndum á þessum stað til þess að verja entranceið að naturalinu, þannig að það er alltaf gott. Við skulum kíkja á productionið og við sjáum hérna metabolic boost á leiðinni og lair á leiðinni, þannig að mér sýnist þetta alveg mjög líklega ætla að vera ling yfir í mutas. Hann verður að fá sér second gas ef hann ætlar að gera það. Mutas eru dálítið gas heavy, finnst mér. En ég er ekki Zerg specialist, þannig að ég hef enga hugmynd hvort að ég er að bulli ykkur eða ekki, en ég rekna með að ég sé samt ekki að því. En við sjáum hérna aftur að Wargate Technology er ekki verið að kronobústa það út. Það er svona, ég trúi nú ekki, Bill Cosby hlýtur nú að vita að það er hægt að kronobústa út weapon upgrades og þessu upgrade hérna sem er mjög algengt að sé kronobústa út einmitt. Þannig að ég veit ekki alveg hvað sérstaklega það er ná á kronobústi, hann er kannski að save það fyrir eitthvað, skulum sjá. Ef hann maxar þetta út, þá neyðist ég til þess að skamma hann aðeins. Og við sjáum hérna gateway á entranceið á naturalinu og hann er að fara naturalið hérna, Nexus á naturalið.
og hann með 1 sentry til að gera það force-field örugglega á einhverjum góðum stað. Og ætlar hann að fara photocannon? Já, hann ætlar að fara photocannon, en eins og við vitum að þetta high ground, sko, þá þetta örugglega flott play. Rodgers þurfa allavega, hann þarf overlord eða eitthvað til þess að sjá high ground til að geta snæpað út þessa front buildings til þess að photocannon geta ekki séð. En hann ætlar að fara backdoorið, hann circling, hann ætlar að fara hérna. Hvað Bill Cosby að spá? Hann á að setja eitt pylon hérna þetta. En allavega, og hvað nú eiginlega Sorfus að spá hérna? Hann á nú að færa overlordana sín og nota þá, ekki láta það bara sita eða fljúa hérna og stara út í loftið á ekki neitt, á tómið bara. Þannig að mér finnst það nú ekki alveg nógu gott hjá honum. Hann ekki að nota overlordana í skátið og það svona basic. Finnst mér in-base hatchery á földum stað. Hann vill greinilega ekki hann vill ekki sína Protoss playernum að hann ætla að fara mass ling og yfir í Mutas. En ég ætla að reikna með því, ég hef ekki séð þetta replay, þannig að þú veist, ég ekkert eitthvað að spoila eitthvað, það er ekkert víst að hann fara einu svona í Mutas. Sjáum samt hérna, hann komið góðan her hérna uppi af spýtlingum og hann með eitthvað upgrade á mig. Já, hann með +1 í damage og við sjáum hérna stóran sentry her, þannig að með góðu force-field play ætti hann að geta gert ansi góða hluti. En við sjáum ekki pylon hérna ennþá. Og nú eru þeir að koma. Dutturlu. Bill Cosby sér ekki eins og það verið að gera árás á steinana. Þeir eftir að gera svo sjúklegan skada. Og Bill Cosby, þetta nú ekki gott maður. Nota chronoboostið og notar það ekki eins og í warpgateið og nú að bæta því þessu. Ég ekki alveg sáttur og þessi fjáttukannu aftur alveg completely useless. Þess að komið hugsalega eftir að standa fyrir sínu. En þeir eftir að droppa inn. Nei, þeir bakka út af því. Rosalega var hann heppinn þarna að pússa út á svipuðum tíma. Þetta var rosalegt og það þarf að koma surround hérna, Akkur býr hann ekki eftir hinum hernum? Hvað hann að spá? Hann örugglega bara aðeins að distracta, hann vill ekki tapa þessu in-base headstream hérna og force-field playið ágætt hjá honum Bill Cosby, en nú verður massíft surround. Nei, hann verður ekki eins og býtu hvað vitleysa hérna í gangi? Þetta nú bara tóm vitleysa, sko. Nota queenið, reyna að gera eitthvað að viti. Færa þess að overlorda maður. Hvað þetta að gera svo? Þetta hlýtur bara að vera eitthvað bronze player sem heldur hann að segja að spila móti tölunni. Ég veit ekki hvað djúlun hann að gera. Færa queenið, já, micro aðeins, nota spine-crawlerinn, ná einhverju surround inn. Þú veist ekki, þetta reyndar alveg rosalega flott og force-field play, þannig að hann næri einhver surroundi hérna. Hann næri einhver surroundi. Hann að fara, Bill Cosby að fara að taka þetta á rugglinu? Þetta rugg, hvað ertu að gera, Sorfus? Ertu að drulla upp á bak? Ertu að skýta í brækuna? Kendi mamma henni enga mannasti? Hvað rugg þetta? En hann að stoppa þetta. En á miklum, hann að tapa svo miklu maður. Hann tapaði 72 mínútum maður. Tapaði hann innbase, nei hann tapaði nú ekki innbase hatsirinu, hann veit af því. En Siggi náttúrulega enga stund hann með hérna proxy pylonið á Selnaka távernum og hann náttúrulega enga stund reinforsa og koma með annan her og reyna að ganga frá Sörgnum núna. En Sörgin ennþá hérna að hamra á þessum steinum hérna og ef Sörgin nær að komast inn og gera árás hérna og hann nær alveg að komast inn, sko, það algjört feil hjá Bill Cosby ekki búin að setja pælun hérna, það alveg málið, sko, þú ert alveg að klúra þess hana. En þú ætlar að fara með annan pús og ef hvað hann að gera? Ætlar hann að sitja þarna? Ætlar Sörgin bara að sitja þetta fyrir utan? Hann alveg orðinn tjúlaður? Þú veist hvað hann að hugsa? Hann að hugsa bara mér finnst bara gaman að vera hérna og skoða bara í smá lautaferð og hann bakkar, hann veit að Bill Cosby að koma. Hvað ætlar hann að gera? Bill Cosby ætlar að snæpa út hérna einn overlord en það sem Sörgin verður að gera að setja pressu á Bill Cosby. Hann verður að fara inn í base og hann ætlar ákveða að fara inn í base. Við sjáum hérna á mínum mappinu, hann ætlar inn í base. Hann er búinn að hugsa, heyrðu, nú verði ég bara að gera eitthvað, nú verði ég að taka skari og ég held að Bill Cosby sé bara ekki nógu snöggur að bregðast við hérna og hann lætur ekki prófana að gera árás á mótið, þannig að prófana ná að gera engan skaða á mótið þessum Sörglingum og hann tapar alveg fullt af economy þarna. Hann tapaði fullt af hennum, hann komið meira resources lost en Sörgin og nær hana, en hann að ná að snæpa þetta ler hérna, eða lerið næstu komið inn, lerið komið en hann á eftir að snæpa út og Sörgin þarf að produce hann á enga peninga, Sörgin á enga peninga, hann fór ekki í expandið, þetta verður base keppni, hver undan að drepa base og mér finnst Sörglingarnir bara enga veginn óöflugir og við sjáum hérna tvö photocannons og það komið vekkur hérna og þetta bara búið ef Sörgin komið dróna hérna en hann verður að gera eitthvað, hann verður að gera það fljótt.
af því að þetta hérna á eftir að stúta öllum herðum hans og hann hefði átt að gera, þú veist, þetta in-base hatsi, hvað þetta spámaður, gerðu bara eitthvað sník hérna ef hann ætlaði að fara hvort inn bakdræmiðin, akkur ekki að gera hendudeinu expandi hérna, þá ertu miklu snegri að reinforsa þennan spýtlingu hér og þetta er náttúrulega ekki gas heavy hérna, hann var auðvitað ennþá gasunni eins og eitthvað kjánaprygg þar sem hann var bara að fara spýtlings á, náttúrulega þarf hann ekkert gas fyrir utan bara metabolic og hann býtur nú við, ég er ekki með leikinn lengra en þetta, djöfusins rugl. Eins og ég segi sko, ég skoða aldrei replayin á þú veist, ég kastaði mig leið og ég sé þau í fyrsta sinn, bara svona til þess að þetta sé skemmtilegt fyrir mig að horfa á, af því að það er ekkert gaman að horfa á sama replayið aftur og aftur, það er bara rugl. En ég ætla alveg að giska það að Bill Cosby hafi nú tekið hennar leik, ef hann tapaði þessu leik þá kastaði ég ekki fleiri leikjum með honum, það er bara þannig. En hann er hérna ekki að nota krónubúst sitt eins og hann ætti að gera, ég meina hann getur krónubústað hérna, þú veist, hann getur krónubústað chargeinu, hann getur krónubústað alveg hægri vinstri, en þið sjáu samt að í resources eru þeir búin að tapa svipað miklu, en Sergin á bara ekkert base eftir, þú veist, þó hann gerir hatseri hérna sko, það er ekki nema Bill Cosby bara sjáu það ekki, þú veist, bara lengi, af því hann á herinn sko til þess að díla við þetta og ég held að þetta er GG fyrir Sergin, kannski sá ég bara ekki GG en þetta er bara búið, ég segi bara að Bill Cosby vann þetta og ef hann lætur mig, ég tala örugglega við hann einhvern tímann á næstu dögum og ef hann lætur mig vita að hann tapaði þessum leik þá bara verða ekki fleiri casts með honum, það er bara þannig. Herðu, þá ætla ég að fara samt yfir í næsta leik og það er leikur með held ég, það er eitthvað próleikur, við skulum bara koma í ljós og ég kasta honum örugglega á ensku, ég veit ekkert hvort það séu einhverjir Íslendingar að horfa á einu sinni þegar ég er að kasta, þannig að enginn skilur bönni bala hvað ég er að tala einu sinni og ég er ekki að setja subtitles og ég er latur og nenni því ekkert, ég vil bara vera að drekka hérna frá Berry Company, Blueberryin og leika mér að ruggla í fólki. En heyrðu, þá ætla ég bara að turn off recording og þetta er bara búið, flott hjá þér.